Frumkvöðla og nýsköpunarstarf í Skagafirði fjölþætt. Við kynnum okkur hvaða þjónusta í boði fyrir frumkvöðla í höfuðstað Norðurlands vestra, Sauðárkróki. Þar meðal annars stafræn smiðja, FabLab smiðja, nýjustu tölvutækni beitt og hægt að smíða nánast hvað sem í smiðjunni. Nýsköpunarmiðstöð Íslands rekur starfsstöð á Sauðárkróki í Verinu sem við höfnina á Sauðárkróki. Við erum að veita fólki handleiðslu, frumkvöðlar sem að koma með fyrstu hugmyndir. Við reynum að aðstoða þá, finna fyrir þá leiðir til að koma hugmyndir sínum í framkvæmd. Við erum að benda þeim á leiðir líka í sambandi við styrki og annað slíkt ef að þess þarf. Við getum líka verið að hjálpa fólki með vöruþróun, jafnvel fyrirtækjum á alls kyns sviðum. Og svo náttúrulega má ekki gleyma því að þó að ég sé eini starfsmaðurinn inn á skrifstofu nýsköpunarmiðstöðvar hér á Sauðárkróki, þá eru starfsmenn nýsköpunarmiðstöðvar næstum 100 víðsvegar um landið. Og það lítið mál að ná í þekkingu og upplýsingar til annarra líka. Þannig að þeir sem að leita til ykkar hérna í Skagafirði, þeir geta fengið alhliða þjónustu frá nýsköpunarmiðstöðinni öllum starfsfólku? Já, ég horfi dálítið á nýsköpunarmiðstöð og starfsfólk nýsköpunarmiðstöðvar eins og brúarsmiði. Brúarsmiði sem að brúa bilið milli hugar og handar. Það nefnilega þannig að þegar maður fær hugmynd, að þá ekki alltaf sem maður getur framkvæmt hugmyndina vegna þess að maður hefur hreinlega ekki verkfærin til þess að framkalla hugmyndina og gera hana veruleika. En ég horfa það dálítið þannig að við hjá Nýsköpunarmiðstöð eigum að vera þessir brúarsmiðir sem að hjálpum fólki að byggja brúna. Hún getur stundum heitið gerð viðskiptaáætlunar, þar sem við höldum námskeið fyrir fólki eða hjálpum þeim einfaldlega að fara í gegnum viðskiptaáætlunina. Stundum getur hún verið einhvers konar rannsókn eða þróun. Stundum getur það verið, til dæmis eins og FabLab smiðja sem við rekum hérna á Króknum. Þannig að við erum alltaf að búa til þessa brýr fyrir fólk, þannig að það geti tekið þessa frábæru hugmynd sem það fékk og gert hana veruleika. Stundum, og sumir þurfa náttúrulega meiri hjálp heldur en aðrir. Stundum þurfum við að leiða fólki við brúna, stundum þurfum við bara einfaldlega að benda þeim á hana. Þannig að við getum veitt alls konar þjónustu og hjálpum öllum sem að vilja. Við fáum alveg bara ótrúlega mikið af fólki inn með flottar hugmyndir. Stundum þurfum við náttúrulega að hjálpa fólki að átta sig á því hvar hugmyndin á heima. Það ekki alltaf sem að kannski hugmyndin á heima á þessum staði eða þessum tíma jafnvel. En það flottar hugmyndir sem að koma hérna og mikið af fólki og ekkert úr einni grein. Við vitum alveg að við erum hérna í landbúnaðarsamfélagi. Það mjög sterk matvælavinnsla hérna á Króknum og hérna í Skagafirði, bara í alls kyns matvælum. Og það ekkert endilega bundið við það. Fólk að koma með tæknihugmyndir, fólk að koma með iðnaðarhugmyndir, fólk að koma jafnvel með hugmyndir að forritum eða hugbúnað og annað slíkt. Þannig að það ekkert bundið við eitthvað eitt. Í verknámshúsi Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra rekin stafræn smiðja, FabLab smiðja, sem nemendur og frumkvöðlar nýta sér til hins ítrasta. Í smiðjunni fullkominn tölvubúnaður þar sem hægt að búa til og hanna nánast hvað sem Stafræna smiðjan, hún virkar í rauninni þannig að hér á fólk geta komið inn og smíða næstum því hvað sem Og þegar ég segja að það geti smíða næstum því hvað sem þá virkilega meina ég það, því að þetta gert á eins einfaldan hátt og mögulegt Öll hönnun, allt sem maður vinnur til að smíða hérna í smiðjunni, vinnur maður í tölvu. Og við bendum fólki á að nýta sér það sem við kalla ókeypis hugbúnaður. Og það ekki að tala um að fólki að stela hugbúnað á netinu, heldur eða ná í hugbúnað sem þá gerður sérstaklega til að vera ókeypis og opinn öllum. Það mjög auðvelt að teikna í þessum forritum, það hægt að teikna í tvívít og þrívít og svo kemur einfaldlega með gögnin þín eða skjölin þín bara sem PDF-skrár. Og þegar þú ert komið með PDF-skrána þá getur þú prentað myndina þín út, en ekki lengur núna bara á pappír, heldur til dæmis í timbur eða plast eða einhver önnur efni, með leyserskurðarvél, með yfirfræsurum, með vínilskera og öðru slíku. Hér meira að segja hægt að smíða rafrásir. Í rauninni væri í sjálfu sér ekkert mál að smíða litlar iðnaðartölvur og stýritölvur og annað slíkt. Og við erum reyndar að gera það. Kynnum okkur fullkominn leyserprentara í smiðjunni. Í leyserdunum þá höfum við verið að skera út í timbur, við höfum verið að skera út í plast, við höfum verið að rasta gler, við höfum verið að gera alls kyns skemmtilega hluti. Og notum hann til dæmis til þess að búa til hluti í smellusmíði. Þar sem þú getur smellt hlutum saman, búið til í rauninni myndir, einfalda hluti í tvívít, en smellir þeim saman eftir á þannig að þeir verði að þrívíðum hlutum. Forritið mjög einfalt, meira segja ég ekki hlægt á það. Og næst skulum við kynna okkur enn stærri prentara í stafrænu smiðjunni. Þetta í rauninni bara trésmíðavél.
má segja. Þetta stór og mikill fræsari, tölvustýrður, sem að vinnur í rauninni á sama hátt og leysir inn á þann. Þú sem sagt hannar þér myndina þína og þá í hvaða forriti sem þegar þú ert búin að hanna myndina, þá kemur með hana sem PDF-skrá, svo lengi sem þetta tveggja vektora eða tvívíð mynd, að þá kemur með hana sem PDF-skrá og svo prentar það út hér. En í stað þess að þetta sé náttúrulega pappír, að þá erum við að tala það að það hægt að prenta út hluti, skera það út úr efni, plasti eða timbri eða einhverju öðru sem þú vilt prenta úr, frauði eða hvað sem Þannig að hér hægt að náttúrulega smíða stór húsgögn. Það hægt að smíða allskyns mót ef þú vilt fara að byggja þér eitthvað úr trefjum eða plastefnum, þá getur þú smíða mót fyrir það hér. Þú getur smíðað náttúrulega eins og við gerðum hérna fyrir N4 skilti. Þannig að það hægt að gera allskyns hluti í þessari græju sem ekki hefur verið kannski svona hlaupið að gera hingað til. Og þetta tæki sem að getur nýst mörgum og komið sér vel? Ójá, heldur betur, enda höfum við séð það. Það hafa komið til okkar hönnuðir sem hafa verið að smíða frumgerðir að hlutum. Bara það sem þeir eru hreinlega að smíða fyrsta hlutin sem þeir geta svo prófað, séð hvort það sé í lagi með og ákveð þá í framhaldinu hvort það fari í hönnun. Þótt að tæki sé eflaust dýrt en þá hlýtur það að geta sparað mikinn pening fyrir þá sem að eru að hanna sína vöru. Heldur betur. Það náttúrulega fyrst og fremst þá erum við með FabLabið opið fyrir alla. Það getur hver sem komið inn á opnunartíma, það getur hver sem komið inn, hann getur unnið hérna, fengið leiðsögn og annað slíkt. Hann borgar efnið sem hann að nota en hann borgar yfirleitt ekki neitt annað. Þannig að það þetta spari fyrir frumkvöðla engin spurning. Hérna hefur aðgengi að tækninni án þess að þurfa að fjárfesta mikið og þú getur prófað. Þú getur athuga hvort að hluturinn gangi upp, hvort að þetta virki. Ef það virkar ekki, þá lætur það vera að kaupa græjurnar. Ef það virkar hins vegar, þá getur verið að þú myndir kaupa þér svona græjur í framhaldinu. Ég held að FabLabið hérna styðji mjög vel við skólann, bæði verknámi hjá okkur, reynda líka bóknámi sem svo skemmtilegt að segja frá. Síðan bara mjög góð tenging við umhverfið okkar og atvinnulífið í gegnum FabLabið. Fóru nemendur að nýta sér alla möguleika sem að hægt að finna í smiðjunni strax? Ja, það ekki spurning. Við buðum upp áfanga fyrir áramót og settum á stað 2 hópa. Þeir fylltust báðir og leikum sama leikinn eftir áramót og aftur fylltust báðir hóparnir. Reyndar komast aðeins fleiri heldur en 8 að komast og við erum að segja stopp. Þannig að í dag eru 27 nemendur í 2 hópum í FabLabinu hjá okkur sem að koma úr dagskólanum. En í heildina erum við með 60 nemendur í áfengum í FabLabi vegna þess að við opnum svo fyrir að fá nemendur eða fólk hérna úr nærumhverfinu sem að valdi þessa áfanga og kemur inn í FabLabið og ekki í skólanum með öðru leyti. Þannig að já, 60 nemendur stunda námi í áfengum í FabLabi á þessa raun. Eru þið þá að framleiða hér á færibandi nánast frumkvöðla framtíðarinnar? Við skulum vona það, en allavega held ég að við séum að sjá einhverja frumkvöðla, ég er nokkuð viss það. Og það eru ótrúlegar hugmyndir sem að nemendur eru að framkvæma hérna. Sumt tengist áhugamálum en annað eru bara beinlínis svona nýjir hlutir sem þau eru að búa til. Frumkvöðlar sem starfa á höfuðborgarsvæðinu leita í smiðjuna á Sauðárkróki. Arkitekt að hanna bekki fyrir golfvelli. Þetta bara draumur sko, fyrir hönnuð að komast í svona tækjaveröld eins og FabLab. Við komum frá Reykjavík hingað í janúar og unnum þá líkun af bekkjunum sem við erum að þróa og endum með þess að gera prótótípu. Að búa til prótótípa bekk yfirleitt kannski viku vinna fyrir smið en við náðum að gera hana hér á 3 tímum með tækjunum hér. Þannig að þetta algjör bylting fyrir ykkur? Þetta búið rosalega skemmtilegt að koma hingað fyrir okkur og algjörlega búin að koma verkefninu í svona nýjar áttir. Hérna eru þeir með þannig tréfræsara og laserskera og þrívíta skannara. Þannig að við erum búin að vera að nota öll tækin á FabLab. Ég held að við vorum með allar vélarnar í gangi seinast í vorum mína. Og við notum laserinn til þess að gera líkunin. Við notuðum fræsarann til þess að gera prótótípuna
og við notum þrívíddarskannara til þess að skanna inn textíl sem við svo yfirfærðum í við. Bjuggum til þrívíddarlíkana af textílum. Og þetta er búið að vera rosalega gagnlegt og hjálpa okkur mikið við hönnunina. Bæði það að þannig fyrir okkur að sjá hvað við erum að gera, maður vinnur í tölvum og þessi yfirfærsla að vinna í efni og tölvum er oft tímafrek og oft kannski bara ómöguleg vegna þess að maður hefur ekki aðgang að verkstæðum. En það að sjá hlutina sína svona í þrívídd eftir þannig að hafa unnið hana í teikningu, það er bara mjög mikilvæg hlutir af hönnunarferlinu. Líka það að þegar við höfum líkön þá er auðveldara fyrir okkur að vinna, tala við kúnnan okkar eða leita fjármögnunar. Þannig að þetta er mjög mikilvægt fyrir hönnuði. Þannig að þú lítur ekki við öðru í framtíðinni? Nei, og svo er maður bara óður og vill fá fleiri tæki, sko. Ég er að vinna vörur úr reka og vil nota bara rekavið í vörurnar mínar. Og átti dálitlum erfiðleikum með að mig langaði svo til að fá einhvern veginn íslenska hestinn með í þetta, kannski vegna þess að ég er náttúrulega búsett í Skagafirði. En bara það eins líka út af landsmótum og annað, maður hefur svona haft áhuga fyrir því að búa til einhver verk sem að innihalda einhvern veginn íslenska hestinum og en ekki bara hann einum sem slíkum, heldur sem hluta af öðru handverki. Þegar að ég uppgötaði þetta þá vildi ég endilega prófa þetta. Það er náttúrulega pínu vankvæðum vegna þess að leysirinn sem slíkur, þessi leysir sem brennir í sundur, bæði plexigler og annað, hann náttúrulega brennir ekki nema vissa þykkt af efni. En rekinn sem ég tíni náttúrulega í fjörunum er náttúrulega yfirleitt frekar þykkur. Þetta er enda bara gömul spónaplata sem hefur rekið á land og ég hef búin að komast að því að það er svona með í sterkasta sem að ég tíni og sker út. En leysinn sem segi, hann sker út frekar þunnt. Þannig að ég verð að nýta 2 vélar í Fab Lab. Og annars vegar fræsaran og hins vegar síðan leysirinn. Og til þess að geta haldið áfram að nýta efni sem ég tíni, sérst rekavinn sem slíkan, að þá verð ég fyrst að útbúa það sem við köllum skapalón, sem lítur þá nokkurn veginn svona út og við útbjúkum hann bara í sameiningu, ég og sá sem er að vinna hérna. Og skapalónið er náttúrulega bara þá eftir þeim tegundum sem að ég er búin að vinna í tölvunni, hvort sem það er hestur og skeiði eða meru og fólöld eða hvað sem það er. Og við útbúum þetta skapalón vegna þess, eins og ég segi, að leysirinn sem slíkur sem gerir fyrir mig allar útlínunar í hestinn, að hann náttúrulega ræður bara við vissa þykkt. Þannig að ég verð að byrja á því að fá stykkið í raun og veru svona út úr fræsaranum, fer svo með þetta stykki sem ég fæ í leysirinn og legg það ofan á skapalónið, því að ég raða sem sagt í raun og veru hestunum mínum í skapalónið og svo fer þetta í leysirinn og leysirinn gerir fyrir mig útlínur. Í kringum hestinn myndar þá í raun og veru náttúrulega aug og munn og fax og tagl og svo framvegis. Og þar er þetta fullklára stykki. En hér verð ég að nýta þessar 2 vélar til að geta gert þetta. Til þess að geta haldið mig við þennan efnivið sem ég er að vinna með, sem er rekinn. Því hann er náttúrulega aldrei örþunn plata, hann er náttúrulega aldrei svona þunnur í fjörunni. Þannig að þessi stafræna smiðja hún hefur sannarlega komið sér vel. Mjög vel, alveg bara frábært að geta sem handverksmaður að geta fengið, eins og ég segi, þennan litla hlut sem hjálpar þá við sölu við stærri hluti, hvort sem það eru speglar eða líkla upphengi eða hvað sem manni dettur búið til, hvort sem það er undir póstinn eða annað, að leið og maður getur bætt við einum svona litlu púsli við handverkið sitt, því meiri möguleiki er að selja það. Og ég sérstaklega hérna úr Skagafirðinum, þá langaði mig svo til að tengja íslenska hestinn við handverkið mitt og þetta bara hér, þessi bara aðstæði hér og þessi möguleiki, hann hefur gert mér þetta kleift að geta selt í raun og veru mína vörur miklu meira en áður. En er þessi smiðja ekki flókin allur þessi tölvubúnaður? Jú, sjálfsögðu er þetta nú flókið til að byrja með, en hér er alveg frábær þjónusta og starfsfólki hérna hefur tekið manni algjörlega opnum örmum og kennt manni alveg forriti frá A til hvernig þetta virka og svo eru þeir alltaf hér til taks að aðstoða mann. Þannig að það er ekki svo maður sé einn hérna að reyna að finna upp hjóli hérna í hvert eina skipti sem að kemur við tölvuna, því auðvitað er þetta pínu flókið fyrir mann þá sem er að koma í fyrsta skipti og er að skoða þetta í fyrsta skipti, þá auðvitað er þetta þá eins og að læra kínversku. En eins og ég segi, bara þjónustan hérna, aðstoðin, hún er bara, eins og ég segi, hún er alveg frábær og það er það sem hefur bjargað mér.
Þetta hundanami, bæði til þess að nota í þjálfun og verðlaun og líka til þess að naga upp á tannstein og annað sem nauðsynlegt. En það engin aukaefni í þessu, þannig þetta bara hrein afurð. En þú hefur nýtt þér aðstöðuna hérna í stafrænu smiðjunni? Já, ég hef gert það mjög mikið. Ég byrjaði að fylgjast með þessu eiginlega bara í upphafi áður en hún opnaði og beið spennt eftir að hún, þannig að maður geta hafist handa. Og ég hef verið að búa til núna bæði til þess að endurbæta umbúðirnar og geta þá nýtt þær ennþá betur. Bara með þróun, maður sér hvað virkar og hvað ekki. Og svo erum við var að koma ný vara á markað frá okkur sem að nýta lambahorn sem hundanag, sem að hreinsa tannstein í hundum. En þetta selt núna í lausu og þá vantaði að merkja þetta einhvern veginn til þess að segja hvaðan þetta kæmi. Og þá hefur FabLab nýst því að við ætlum að brennimerkja, nota gamaldags brennimerki, útbúa brennimerki með logoinn okkar og brennimerkja hornin. Og svona tilraunin með það var að nota sama brennimerkið á lítil og vita bara hvort að þetta væri hægt, því þetta hrjúft yfirborð og annað og hvað það mætti vera smátt og í það hefur við nýtt FabLab til þess að gera svona athuganir á þessu. Og núna verið að smíða, bara í þessum töluðu orðum, verið að smíða brennimerkið okkar sem að líka mun hagkvæmara að geta verið búin að skoða hvað virkar og hvað ekki því að það dýrt að láta gera svona fyrir sig. Og á móti kemur að þá, það breytist svolítið frá upphaflegu pælingunum og það gætum við séð með FabLab. Þannig að aðstæðan hún nýttist ykkur klárlega? Já. Alveg, það ekki spurning. Og svo næsta verkefni að það að endurnýta og nota þá bæði fræsarann og nýta þannig að maður getur þá notað líka tölvuhugbúnaðinn í að skoða ýmsa hluti. Og núna erum við að fara að búa til standa undir vörun okkar, bæði fyrir verslanir og sýningar og þá nýtist eiginlega öll aðstæðan í FabLab. Þetta tiltölulega einfalt að nota þetta þegar maður byrjaður. Þannig að þú mælir með þessu? Ég hiklaust mæl með þessu. Þetta allan að hjálpa mér og mínu fyrirtæki rosalega mikið. Nánari upplýsingar aðstoð við frumkvöðla að finna á heimasíðu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands nmi.is.